Svona, betri spítali á betri stað. Já. Vilt þú færa hann? Vilt þú hafa hann einhver annars staðar eða? Já, það eiginlega bara þannig. Þið hafa verið duglega að auglýsa í blöða núna heilsuð auglýsingar með undirskriftum eða margra, jafnvel úr heilbrigðiskerfinu. Já. Það nú þéttur hópur sem hefur verið lengi saman að vinna í þessu máli. Ég hef mjög nýlega gengið til liðs við hann vegna þess að ég held að þetta kom okkur öllum við og þetta skipti okkur öll gríðarlega miklu máli vegna þess að þetta spítalinn sem á að fara að byggja sem við ætlum að leggjast inn á, allir 5 sem eru hér inni og síðan börnin okkar eftir það. Við erum að fjárfesta í byggingu sem að þarf að standa í 50-60 ár. Hún þarf að veita gríðarlega góða þjónustu. Hún þarf ekki bara að vera hátæknispítali eins og oft talað heldur þarf hún að vera hágæða spítali og hágæða vinnustaður. Og þau plön sem eru uppi núna eru þannig að það uppfyllir ekki þessa hugmyndafræði langtíma fjárfestingu, hágæða spítala á besta staði í borginni. Við höfum talað með mjög marga starfsmenn á spítalanum. Þeir hafa mjög miklar ágjörð því að þarna muni til dæmis vinnuaðstaða, þá er ég ekki að tala um inn á skurðstofum eða slíkt, ekki vera mjög góð. Í dag eru starfsmenn spítalans mjög margir að borða á hlaupum og með pínlitla kaffistofur og hittast 2 og 3 og það verður engin svona vinnustaða menning á slíku vinnustað. Þeir tala líka þessa svokölluðu dauðaganga vegna þess að þessa bygginga verða alltaf tengda saman með göngum og það er langt og erfitt að komast á milli staða og þú ert með sjúkt fólk og veikt og svo framvegis. Sjónarmiðin óteljandi mörg og bara einn svona smápunktur sem ég fannst líka skipta máli var það að þarna erum við með okkar veikasta fólk. Við ætlum að vera núna í 3 ár, jafnvel meira en það, í framkvæmdum á þessum reit. Við ætlum að vera með sprengingar og vinnuvélar og vörubíla og smiði og iðnaðarmenn að djöflast. Á þessum reit, það sem allt okkar veikasta fólk er fyrir, með tilheyrandi truflunum og umferð og allt hvað þetta heitir. Og þegar maður skoðar síðan bara hvað aðra þjóðir eru að gera og maður hekkur alltaf pínulítið við, þegar maður segir, heyrðu, nú alltaf Íslendingar að gera það sem engin annar er að gera. Það er að byggja spítala í fjöldanum allum af byggingum og tengja þetta síðan saman með undirgöngum og göngum. Þá allavega hefur mér ekki tekist að finna eina einustu þjóð sem hefur byggt þannig spítala. Það byggja allir stórbyggingar, yfirleitt dálítið margar hæðir, hafa mikið landrými í kring til að það sé síðan hægt að fjölga húsnæði eða stækka húsnæði seinna meir ef á þarf að halda. Og eins og einhver góður maður sagði nú í fyrra dagafundi, hann sagði hvernig þetta okkur Íslendingu það í hug með allt okkar landsvæði og opnu náttúru og allt þetta að byggja spítala á umferðareyju við Hringbraut. Og allt þetta svona hefur bara svolítið kallað á mig og sagt við erum að fara að fjárfesta hérna fyrir 100 milljarða. Þetta er stærsta fjárfesting sem ríkissjóður ræðst í á svona komandi árum á næstu sjáanlegri framtíð. Og ég heldur séum ekki að fara að fá það fyrir peningin sem þjóðin vill og það sem þjóðin á skilið. Gunnar, skilur þessi svona við? Já, ég skilu þetta að það séu ólíkar skoðanir. Þetta er stórt mál og í stóru mál. Er of seint að endurskoða hlutina, Gunnar? Það er ekki mitt að ákveða það hvort það sé of seint. Nei, hvernig metur þú það? Já, eins og Kristján Þór heilbrigðisráðherra sagði í gær í fréttunum að þá er verið að vinna eftir samþykkt Alþingis og þau eru bundið með hann síðan. Já, en er of seint að fara út af þeirri leið? Það er þá ákvörðun Alþingis að taka ákvörðun. Já, en hvernig metur þú það? Getur þú metið það? Í dag er búið að skrifa undir samning og fara fram með fjármagn í þetta verkefni upp á nær 3 milljarða. Við erum með sjúkrahótel í útboði og það verður byrjað að byggja það núna í nóvember, fyrstu vikun í nóvember. Og þannig að ef að Alþingi vill skipta skoðun þá tekur Alþingi ákvörðun það. Og það þyrfti þá að gera það núna? Já, núna eða síðar auðvitað höfum við séð það í stórum verkum að Alþingi getur tekið ákvörðun að setja fjármagn í annað. Ég meina það gerist í hruninu og gerst ofta áður. Þannig að þetta er opinber framkvæmd og lögunum var breytt 2013 með fullum stuðningi þingsins að gera þetta opinber framkvæmd og þar af leiðandi þá þarf alltaf fjárframlag í fjárlögum hverju sinni til þess að halda áfram með verkið. Ég held að byggingaframkvæmd yfir Hringbraut ónýtist aldrei og það mun taka nokkur ár að byggja nýjan spítala þannig að þó það væri byrjað á morgun að byggja yfir Hringbraut þá það húsakynni sem munu nýtast og síðan bara þá annarkot seljast eða fara í aðra notkun og getur orðið sjúkrahótel eða elliheimili eða sjúkra
hótel eða hvað sem þannig að ég hef enga sérstakar áhyggjur af því. Ég hef mestar áhyggjur af því að við ætlum að sökkva öllum peningunum og öllum rísasónum á rangastað. Já, nú hefur Alþingi, eins og við segjum, samþykkt þetta. Nú hins vegar forsætisráðherra stigið fram og lýst áhyggjum sínum yfir þessu. Eru að vakna einhverjar vonir í ykkar hópi, Hermann, það að Alþingi kannski tæki málið upp að nýju? Já, og ég held að það aldrei rangur tími til þess að taka ákvörðun að breyta einhverju og stiga önnur skrefin ákveðið var áður fyrir og við ekkert að vera feimið við það og það nú það góða við þetta verkefni það að spítalinn á enga andstæðinga hann bara velvildamenn og í þessum hópi sem að ég hef hitt núna nýlega í fyrsta skipti fólk sem hefur svo mikið metnað fyrir spítalastarfinu og öllu því sem að það að fara fram að það ekkert nema góðar hugsanir á bak við þau áform að hvetja til þess að þetta sé skoðað upp á nýtt að fara á nýjan stað og svo koma eitthvað svona sjónarmið við þetta sem við erum að fara að byggja við ónýtt húsnæði, við erum að fara að byggja við húsnæði sem undirlagt af miklu veirusýkingum og öðrum óþverra og það framtíð þjóðarinnar að vera að færa hér á milli slíka staðla að við erum með 70 ára gömul hús sem að niðurlótum komin við hliðina á nýjum húsum, hver fær að leggjast inn í gamla húsi, hver verður í nýja húsinu og svo framvegis. Það eru bara ótal ástæði fyrir því að við að gera þetta öðruvísi. En ég kannski vil segja út af því að Hermann talar í svo miklum fjölda.